Augnabliksskórinn, hvað er það? Það er kór sem svo nafnið bendir til sem starfar eitt augnablik á ári sem er á Landspítalanum á aðfangadag klukkan 3. Hvað hugmyndan á augnabliksskórnum, hvaðan kemur hún, hvar byrjar þetta? Já, við æfðum fyrst í háskólakapellunni í nokkur Alveg ár, rétt. Haukur Ingi Jónasson var með okkur þar. Já. Og síðan vatt þetta svona upp á sig og alltaf fleiri og fleiri. Já. Og meira gaman. Og núna er þetta 27. starfsárið og það er svo skemmtilegt með að því að þetta heitir nú augnabliksskórinn. Þá er starfsárið sem sagt byggist upp á æfingunni, messunni og kórpartíinu. Það er bara þrír, já, þetta er heilög þrenning og hefur bara gengið mjög vel. Og þetta er svona svo Groundhog Day, við hittumst, messan breytist ekkert, við breytumst ekkert heldur. Nei. Og bara þetta fólk að komi á aðfangadag og syngja á spítalanum, það er náttúrulega, það er það sem það eru bara góð hjörtu sem gera svoleiðis, sko. Mér finnst þetta persónulega svona eiginlega það jólalegasta á jólunum, það er að syngja á spítalanum og messunni er útvarpað inn í þær sjúkrastofur, þar sem að sjúklingar liggja sem að komast ekki fram á ganginn. Já, og í rauninni er nánast alltaf full kirkja hjá okkur innan gæsalappa því að það er þarna messa þarna fram á ganginum og það koma jafnvel aðstandendur með sjúklingarna fram í rúmum meiri sig og svona. Þannig að þetta er mjög gefandi og gott að vera þarna og eins og ég sagði við einhvern þegar maður kemur heim og fer að borða hress og kátur með góða heilsu og þá skiptir ekki máli hvort að sósan sé eitthvað öðru sér núna heldur en í fyrra þegar maður er búinn að vera á svona stað. Þannig að núna á aðfangadag klukkan 3 Borgarspítalanum 4. hæð. 4. hæð, Fossvogi, já.